Breathe Carolina þér að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957 hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn. Mikill feelingur í gangi, þeir eru komnir hérna til mín sem gestastjórnendur. Já, ég er með 2 gestastjórnendur í dag. Það er Steindi Junior og Bent, verið velkomnir strákar. Já, takk fyrir. Hvað segi ég? Tjöfullega gott að vera komin. Þið að leysa á hólmi hérna Annie Mist sem að, já, var svona, já, hún var kannski ekki alveg Bent búin að lofa sér, en svo kom það á daginn að það er mjög fyndið þegar hérna, ástæðan fyrir hún komst ekki og gæti verið með mér, var hún var allt í hennu bókuð og 2 Skype-fundi. Já, 2 Skype-fundi? Já, þannig að það er svona pínu, þú ert komin í góð mál þegar þú kennst ekki að því að búa að bóka á 2 Skype-fundi. Þetta eru verið eitthvað svona rándýrt ellendis eitthvað. Já, eða þá bara, það segir svolítið mikið þig, sko, þegar fólk eru farin að blása þig af, bara, sorry, ég þarf að vera á Skype. Já, ég er að fara að Skype á eftir. Já, er hún að dæla í sig? Já, er hún? Já. Nei, ég er ekki leið með þau. Þetta er, já, hún er á svona góðum deka, anadról kúr, sko. Já, þetta er ekki bara eitthvað EAS og er hún ekki að auglýsa það og bara fullt af próteini og allt að gera þetta? Jú. Skulum ekki fara að vera með einhverja slekkjudóma hérna þó hún hafi ekki komist fyrir Skype. En við Bent og Junior verðum með, spikfeita þátt handa ykkur í dag. Ég ætla að láta strákarna keppa í karaoke hérna eftir og það er, hvor ykkar er betri söngari, strákar? Ég. Já. Er það ekki? Við erum mjög báðir slagir söngurar, en við reynum að við erum eiga það samilegt og reynum að bæta upp með svolítið svona karakter og sviðsframkomu. Þú ert reyndar svona ánálsjóks Bent, einn af mínum svona uppáhaldsrappurum, en ég hef ekki heyrt þið syngja, þannig að... En það fær hann ekki rapplag, hann þarf að syngja? Já, hann þarf að syngja. Já, ég get ekkert sungið, sko, ég er alveg laglaus og svo leiðis. Ok, ég fíla. Það verða svo þið áhörundur góðir sem að veljið hvor vinnu þá keppni. Við erum með föstudagsslagið eins og alltaf á föstudum, hann kemur til okkur á eftir, hann Sweat to Mouth eða Big Swess, Big Chubby Swess. Chubby Little Swess man. Já, hann á hellinga góðum öfnum, Prince Swess er það nýjasta, skemmtilegt. Og ég veit að hann ætlar að taka Don't Cry með Guns N' Roses. Það er áhugavert. Svo ætlum við að leysa vandan eins og alltaf á föstudum og fleira, þannig að það er hellingur Þá fá hlustendur að hringin? Já, þá eru hringja hlustendur inn sem eru með vandamál og við hjálpum að leysa þau. En hvernig eru þið strákarnar? Er þið ekki brattir? Jú, við erum það. Já, Jú, nokkuð flottur. þið eru svolítið mikið saman, þið eru svolítið limdið saman félagarnir. Já, við vinnum náttúrulega saman á hverjum degi. Já, Við erum ástfagnir. já, en er komið einhvað svona ógeð á hverjum öðrum, þetta einn? Já, við erum alltaf að fá ekki á hverjum. Já. En alltaf. En aldrei svo alvarlegt að Nei. ég svona kannast við þetta með sveppin, sko. Já. Þetta verður svona, þetta er eins og nett hjónaband bara sem þetta verður. Já, þetta er ekkert annað. Og en ég minna, annað verður líka skrítið. Já. Eða við fyrir Alltaf að hlæja á hverjum öðrum. Já, við rífumst líka. Þú ert snillingur, já. Eins og lagi. Menn eru ekkert orðnir alveg homís fyrir að geta statt hver öðrum halda kjafti á þess að vera ekki mikið issue, sko. Já, nákvæmlega. Maður ég þarf ekki held að að það sé- ríðast við vinsinn, sko. Já, maður verður að geta gert það. Já, en hérna, svo ef við byrjum bara, við klárum það, því að nú er þið gestastjórnendur, þá ætlum ég bara svona að byrja þetta á svona smá spjalli við ykkur. Hvernig gengur nýja serían? Það er ekkert byrjað að taka upp þar, eða? Nei, hún gengur mjög vel. Við erum að leggja lokahönd á handritin. Já. Og erum búin að skrifa, sennilega, það verða sennilega hátt í 200 sketsar. Ok. Og erum byrjað að bara fara í stúdíu og taka upp að undirbúa tónlistina núna. Já, það er svona, hefur verið svona vinsalegt liðurinn í þáttunum og verður það í hverjum þætti aftur, svona tónlistar? Já, þetta er svona sama formúlan að við höfum verið með. Já. Endar alltaf tónlistmyndbandið, mjög gaman. Já, ég Við fíla. ætlum jafnvel með þess að setja eitt lítið tónlistvídeó inn í þættina sem er bara svona mínúta. Já, ok. Svona mini. Svona lítið kósi eitthvað. Já, bara svona nett. Hvernig verður helgin í okkur strákunum? Er eitthvað að plana? Já, við erum reyndar að fara í partí í kvöld. Ó, saman í partí? Já, við gerum allt saman. Svo erum við að fara í afmæli saman á morgun líka. Fyrst á Edvölunu saman og svo fyrir við afmæli saman. Þú er þetta kósi hjá okkur. Og hvað og hver er með partí í kvöld? Það er sem sagt kærasta félag okkar, kærastan Magga sem er að skrifa með okkur í mitt. Já, ok. Og það er búið að vera djöfisins drama og vesen í kringum þetta partí. Ég var að viðurkenna það, því að Bent, þú kannski segja frá því, það er þú sem ert í ruglunum með þetta. Varstu einhverju drama, Bent? Já, ég veit ekki hvað maður tala um þetta í útvarpinu, þetta er náttúrulega mjög svona alvarlegt og leiðilt mál, sko. Já. En allavega málið er að þetta er svona þemapartí. Já, það eru skemmtilegustu partíin. Já, það er mjög gaman, sko. Já. Og þá komast klæddur sem persóna úr upp á sjónvarpsþættinu með einhverjum sjónvarpsþætti. Og drama liggur eiginlega í því að ég ákvað að vera Sawyer og Lost. Já. Sem er svona, veistu það, við erum svona svipað myndalegir og svoleiðis. Svona tjókkuvar. Ákvæmt, svona pretty boys. Já.
og en vandamáli kemur þar að ég skoðaði attendinglistan og fann þar einn náunga sem var svolítið sójurulegur og rann á mig þessi leiðilegi grunnur að hann geti líka vilja vera sójur. Þannig ég kom til hans Þú spyrst fyrir? Ég spyrst fyrir, talaði við Magga og segi við Magga, núna, láttu alla vita, hann megi ekki vera sójur. Og ég alveg, hvað ætlar hann að vera sójur? Bara, mér grunar að hann vilji vera sójur. Oft ef maður grunar svona sterkt, þá eitthvað til í. Og svo hringir Maggi með hann og segir bara, herðu, hann ætlar að vera sójur maður. Og ég alveg, þetta fer rosalega í mig, sko, ég alveg fæ alveg kökkin í hálsinn og svona. Enda fórst í ríki ára og kostinga og kostið heilan póka á. Eins og ég sagði bara við hann, ég get ekki farið í partíða sem annar sójur. Líka fyrir það, sko, sójur ekki það hrikalega töff karakter að það verðurlega pínu hallarslegt að vera tveir. Já, og líka sérstaklega hans búningur kannski aðeins betri. Þá það svona eitt sójur og svo svona, en þú, hver er þú? Já, ég líka sójur. Wannabe sójur. Já, ég svona reyndi. Af hverju heldur hans búningur verið betri? Ég veit ekki, bara svona hrættur það, sko. Þú ert nú að vinna sem leikstjóri í svona þáttum og annað, þú ætti nú ekki að koma upp ykkur góðum búning. Ég ætlaði nú ekki að leggja eitthvað budget í þetta, sko. En núna bara fyrst þetta orðið keppni, þá tekur bara budgetið úr Steinda Junior þáttunum og setur hann allt í hennar búning. Ég ætla að mæta sem Kenny Powers. Það hins vegar grjóthart. Kenny Powers. Já, ég búinn að köpa með hárkollu og hurt myself in the nose. Og ætlar að höfna það bara í kvöld. Já, það verður að snjóa meira í desember en í kvöld. En já, eins og ég segi þá er ég eftir að kaupa gerðuskegg. Já, ok. Ég veit ekki hvað, ef ég ætti að vera eitthvað persóna úr einhverja þáttum, ætli þér ekki að finna einhvern sköldlóttan. Geti verið Mr. Burns. Takk aðeinslega fyrir það. Með þessu ættum við að fara í lagið Kveikjum nýjan eld með Frikka Dór. Nýjan eld syngur Frikki Dór, skemmtilega þarna ferð, Frikki og Stop Wait Go. Já. Menn sem þið kannist nú við, strákar? Jú. Þeir ekki oft með ykkur í lögunum, Stop Wait Go? Jó, gert nokkur lög með þeim. Já. Herðu, það er komið að slúður pakkadagsins og ég að spá að segja ykkur hérna slúður. Ég með ágætið slúður handa ykkur í dag, strákar. Já. Ég ætla að byrja að pakka hann á að Charlie Sheen, hann virðist vera svona að vaksa smá eistu á hann aftur því að hann búinn að vera svona voðalega góður og segja... Hann byrjar að fá sér? Nei, ég er nú ekki vissum að hann byrjar að fá sér aftur en hann er allavega svona... Hætti hann að fá sér það? Já, snjóa meir desember. Og hætti þessu öllu og kom og sagði að viðurkenndi hann hafi farið overboard og orðið sér til skammar, en núna er hann hins vegar að segja, meira þess að tala að Ashton Kutcher var að gera gott mót í 2.5 Men, en hann reyndar ekki á því ennþá, eða lengur, því að Charlie Sheen segist núna að vera hættur að ljúga, hann getið ekki lengur og var í viðtali að segja að Ashton Kutcher sökki og þættirnir 2.5 Men séu orðnir hrikalega lélir og að væri það besta sem að þátturöðin geti gert var að hætta eftir þessa. Og nú ætla ég að spyrja ykkur strákar, þið búin að sjá nýju þátturöðina sem Ashton Kutcher er? Nei, ég sá hennan eina þátt þannig að þegar hann kom 2.5 Men eru hefði lélegir þættir, sko. Og var það líka með Charlie Sheen, sko. Fannstu ykkur það? Já, þetta er allt og auðvelt, sko. Ég er náttúrulega að horfi á allt, sko. Ég er mikill svona þátt. Þú ert með hræðilegan smekk, guð. Nei, ég má ekki smekk, sko. Já, menn að engum finnst hann sjálfur með lélegan smekk. Nei, kannski. En ég er aldrei verið neitt gríðalegur, sko, 2.5 Men aðdáandi, ég veit ekki það. En skoða mun betra með Charlie allavega. Ég er sammála að Ashton Kutcher er ekki alveg að feitt inn í þetta, finnst mér. En herðu, svo er það næsta slúður, Adele, hún er ekki hrifin af pappa sínum greinilega því að hún var að segja núna í nýlu viðtali bæði að hún var að spá hætti tónlist núna í einhver 5 ár og svo sagði hún... Ég er ekkert að grínast þér, ég veit ekki hver það er. Adele? Jú, þú veist alveg þarna... Er ekki lagi með þér, Steindi? Feita söngunan? Já, hún er svona pínum tjöf, hún er Never thought I'd find someone like you. Já, ég veit hvað. Hún var bara að vinna 6 Grammy-velun, vaknaðu og þefaði kaffinu. Herðu, hún var að tala að ef hún myndi einhvern tímann hitta pappa sinn aftur, þá myndi hún taka og hrækja í andlitið á honum. Það er slumma. Já, það var bara svona einn slumma í andlit. Og hún segir að samband þeirra sé dautt og í raun að faðir hennar sé dauður fyrir henni. Það stendur nú ekki af hverju. En þetta er hressandi. Gæti verið að hann sé bankari. Hvað segirðu? Gæti verið að hann sé bankari. Banki hana. Já, eða bara svona, kannski fór hann eitthvað illa með mömmina eitthvað, það stendur ekki hérna. En hún hefur svolítið gert ferli úr því að syngja svolítið sársaukan sem hún har orðið fyrir í lífinu. Þannig að þetta fólk sem hefur ollið þessum sársauka hafa verið hjálpað henni. Já, svona síðasta platan að fjalla er endur aðalög með eitthvað fyrirhandi kærasta.
Já, veistu, ef hún átt einhver svona erfið æsku með pappa sínu, þá það alveg verið stór hluti þessum mótana sem manneskju og listamann. Þannig hún ætti bara að vera þakklátt, sko. Já, kannski. Og hætti að hóta að skirpa framan í fólk, það ógeðslegt. Já, ég meina, ég veit ekki hvað það maður er búin að, hvað þyrfti þér að búin að gera þér Steindi svo þú myndir hrækja framan í mig? Þú þyrftir að vera búin að löðrunga múttu svona 18 sinnum. Sennilega eitthvað svoleiðis. Glæsilegt, þá veitum við það. Herðu, svo síðasti slúðupakki dagsins er að Janet Jackson, það er verið að orða hana núna við X-faktorinn í Bandaríkjunum. Hann er sem sagt, Simon Cowell er búinn að reka Paula Abdul og Nicole Scherzinger og núna er svona eitt heitasta nafnið þarna er, Janet Jackson og ég veit ekki alveg með það ef ég var hreinskilinn. Ég er mikill aðdáandi þess að þátt. Er þið býðaðins, ég er opnað fyrir svesa hérna? Ég hef nú aldrei, Það er ekki Simon Cowell, er ekki Simon Fuller sem hefur ekki? Já, Simon Cowell er með X-faktorinn, sko. Simon Fuller er með Idolin. Og, sko, hafið þið séð Janet Jackson í viðtali? Hún er, ég held nefnilega, hún geti ekki verið, hún er svona eins og bróðið sinn, sko. Ég held að þetta væri ef eitthvað kannski búin að vera góður að syngja, það myndi vera svona, yeah, I really like that. Hún er ekki alveg að taka skarið og... Já, ég Horfið á eitthvað svona, Idolið og þetta? Kærasti minn horfður á Idolið, þannig ég seta stundum. Já, ég horfði á íslenska Idolið. Já, það var svolítið síðan að það var. Já, fer það ekki bara að byrja áttur? Ekki alveg komið tíma það? Jó, eða ekki? Það er enda, svona þegar ég segja, þá komið það góð pása að það ætti að vera komið nýr talent. Já. Eina sem að gæti kannski verið að eyðileggja þetta fyrir þeim er að svona hvernig hefur farið fyrir stjörnunum? Já, þetta er orðið svona... Það verður bara að hafa stærri velun, hafa bara 5 milljónir króna í velun. Já, eða eitthvað svona sem að breytir alveg lífiðinu. Af því að svona síðustu idolkrakkar eru eiginlega... Hver vann þetta aftur? Já, mann enginn hvern vann þetta síðast. Hún giftist Jón Ólafs? Nei, það var hún vann, það er 3 búin að vinna síðan þá, sko. Já, Snorri vann eftir henni og svo var ein enn. Já, hún flutti svo bara heim til sín á Fáskursfjörðu eða eitthvað. Nei, sko eins og þarna sjá, ég man ekki eins og hvað heitir. Sem að er ekki... Allir sem hafa unnið Idol eiga það sameiginlegt að hafi ekki dræst úr þeim. Nei, Ingo Viðuguð og... Já, hann vann. Kalli Bjarni reyndir alveg, tók gott smikl og... En þetta er reyndar... Góð partí í Vógunum og Vatnsleysuströnd og svona. Já, hann er oft bara... Það má segja að Idol-krakkarnir séu okkar nýju rocklingar einhvern veginn. Það ekki? Já, það getur verið. En það væri gaman að vera með eina seri viðbót og eins og Bent segir að vera bara með stærri vinning. Herru, þetta á slúður dagsins, er ekki annað með þetta strákar? Þetta var geggja slúður. Þetta var mjög gott slúður. Herru, það styttist í föstudagsslagi á Svesa Bergmann sem er Don't Cry með Guns N' Roses og eru strákarnir fyrir karrukeppni, leysum vandan og fleira. En það er komið að Take Care með Drake og Rihanna. Gott lag. Ætlar þetta búningamál að trufla þig allan þáttinn, Bent? Það er málið það. Þetta er óþolandi hvað það væri yfir þessu. Já. Fyrir ykkur hlustendur sem að voruð að stillina, þá er Bent að fara í, svona eitthvað grín með búningathema í kvöld og þemað er karakterar úr sjónvarpsþáttum og hann komst að því að það er annar drengur sem ætlar að vera í sama búning og hann sem að er úr Lost, hann Þetta er Sawyer, Lost. Já. En þú varst búinn að ákveða að vera einhver annar núna? Já, ég er að skoða eitt karakter úr þætti sem heitir Workaholics. Þetta er reynda svona skemmtilegri búningur útlýslega að segja og það er að vera Sawyer. Það er svolítið svona eins og það að stelpa okkur við svona slutty nurse. Þú veist, búningur öðru sætt og vera sexy í fyrsta sæti. Já, ég held að sé versta sem að stelpa getur mætt í svona ball, það eru svona Playboy-kannína. Og með dúsk og eitthvað. Mest tipur sem stelpa getur gert, það er að fara í svona eitthvað camouflage top, gera 2 svartar línur á kinnbeinin og vera með svona dótabissi. En er ekki Sawyer bara svona mest typo sem strákar getur verið í? Jú, það er alveg umulega tjókulegt og lélegt, sko. En hver er nýja karakterin svo að það spöðra? Hann er Luka betur en engin veit hver það er. Það er semst eitt karakter úr þætti sem heitir Workaholics, hann heitir Blake. Já, það er umlegt. Já, það er ekki hægt. Það veit ekki hvað það er. Við þurfum að hringi... Það er eitt að vera í svona partí og vera í svo lélugum búning að fólk er að spyrja býtu hver ert þú eða og þú segir að ég er Sawyer, já ok, ég fatt það núna. En þú ert í búning og fólk kemur býtu hver ert eða ég er Blake úr Workaholics. Ég hef ekki séð þættina, þetta er samt öruglega flott hjá þér. Vel gert. Þetta er samt æðislegt hjá þér. Ég segi að við strákar að slá á þráðinn. Ég verð á berjast hans fyrir Sawyer. Hann heitir Atli, þessi strákur, hringjum í hann og bara beðum hann að skipa þessu. Er þetta góðu vinnuðin, Bent? Já, við þekkjum, sko, en erum ekki þannig, sko. Ok, ekkert einn af þínum bestu? En ég þurfti að fá símanúmer að hann sendt, sko, ég var ekki með símanúmer að hann. Ok, þetta er ekki það góðu vinnuðin hann í símaskrániðinni? Ok, ég ætla að hringja henni hann. Strákar, vilt þú kannski tala við hann bara eitt Bent og hóta honum? Viltu sjá hvað gerist? Atli. Halló? Atli? Já. Sætlun Öddi hérna? Öddi Blöndal? Já. Hvað segirðu minnur? Ég er góður en þú. Herði, ég er brattur. Ég frétti að vera að fara í partí í kvöld. Já.
Og að fara sem Sawyer? Ég að fara sem Sawyer, sko. Já. Þú mátt ekki! Ég var beðin að sleppa þig. Nei, það gengur ekki, sko. Það hérna, sko, Bent gestastjórnandi hérna hjá mér í FN95 Blöð og þetta er bara, hálfið þátturinn búin að fara í að hann á bömmeri við þessu, að þið séu í sama búning. Hann bæður hræddur að þú getur verið í flottari búning og finnst hallærislegt að þið séu báðir Sawyer úr, Lost. Það bara máli, sko. Bent veit alveg, ég púla Sawyer mun betur en hann. Þess vegna hann búin að hafa áhyggjur af. Þú ert ekki nóga massaður til að vera Sawyer, Alli. Ok, þannig að engin sen svona bara fyrir mig hérna í þættunum að þú farið sem einhver annar karakter. Akkur ég meitt gott að þetta, okkur fer ekki sem Drake úr Workaholics. Það ekki þetta. Workaholics? Það Blake. Það hinn karakter sem Bent að spáði. Já, það er máli, það er máli. Ég held að Bent sem er fullt af karakterum til að púla, sko. Nei, hann í algjöru bömmeri yfir þessu. Ætlar að vera að bera ofan, Alli? Nei, ég ætla ekki að vera bera ofan, sko. Ég nefnilega með búning, Bent. Ég veit ekki, ert þú með eitthvað búning? Hvernig er þetta að vera í, hann bara í gallaböksum að bera ofan? Hvernig búning er þú með? Já, ég samt aðeins með, ég með nokkra accessories líka, sko. Nei, það er ok, við ætlum að reyna þetta. Hann var lengra komin en þú með þetta fyrir mér. Já, greinlega. Ég held að Bent, þú þurfir að segja eitthvað annað. Ætlar að púla einhvern annan? Ég ætla að vera Sawyer og ég ætla að fá Steinda til að vera Sawyer líka. Hvernig líði þá? Við erum 3 Sawyer. Þið leysið þetta, ég beði það getur verið að ég hringi einhverja fleiri og beði að vera Sawyer í Lost. Fyllum pleysað á Sawyerum. Já, ég er búin að skella á alla. Ég held að þú þarf bara að finna þér eitthvað annan karakter, Bent. Hann virðist vera harð ákveðin. Það er eitthvað ógeðslega leiðilegt að þú ert búin að ákveða búning og svo kemur bara einhver og biður að hætta við það. Af því að þú ætlar að vera hann. Svona pínu eins og þessi 11 ára. Ég ætla að vera hann. En ég er að spila fyrir ykkur hérna lag sem að, ég veit ekki hvort þið þekkið. Þetta er nýtt lag sem heitir Mirrors. Hafið heyrt það með Lil Wayne og Bruno Mars. Þetta lag er alveg í lagi. Tekja það. Ég vil taka mig til að heyra þetta lag. Já, hlustaðu. Er Bruno Mars ekki algjör faggi? Þetta er svona hlustaðu. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm Þarna þekki ég ykkur Lil Wayne og Bruno Mars á þessum föstu degi. Bent og Steindi Junior hérna hjá mig sem gestastjórnendur. Annie Mist er að fara að geppa morgun og komst ekki þar sem að hún var að fara á Skype. Einhverja Skype-fundi, þannig að ef hún er að hlusta þá að sjálfsögðu gef ég henni það sem löglega afsökun. Hefði hún dáið, hefur þú cancelað þættinum? Sorry, hættu þessu, það er fyrstu dagur og fólk er í góðu skapi. Hvað er spurninga þetta, maður? Herðu, en það er mikil stemming hérna hjá okkur og það styttist í Svessa Bergmann með föstudagslægir. Hann ætlar að taka Don't Cry og svo er líka stutt í að strákarnir keppi karaoke. Herðu, það er sól úti. Er áttu ykkur á því? Já. Það er föstudagur og sól. Maður er líka með svona nett vor í punktnum. Já, það væri til í að fá sér eitt sjús. Ég hef bara búin að gleyma hvernig svona birta og sól og bara svona einhvern veginn hlýja væri til. Já. En svo líka svo hættulegt. Þegar þess að sól kom í fyrsta skipti kom sól núna, kom í fyrsta skipti í 8 mánuði eða ekki? Spáði hvað þetta er sorglegt, bara að fagna sól. Það var eitthvað svoleiðis, sko, ég horfði allavega í sóluna. Kom sól í fyrsta skipti í 8 mánuði dag? Já, þú getur kannski satt svona 4, en mér döði brá. Ég bara byrja, hvað er eitthvað gullt þarna sem svona? En það er eina sem er svo hættulegt við sóluna. Ég ætlaði til dæmis, að taka hana nettan janúarblöð þessa helgi og ekki gera neitt. Svo þegar ég var rölta á þann úr mötuneytinu, sólina skína, föstu dagur og leiðin út eftir. Ég elska að þú var að tala um sjálfa í þriðjupössunum. Og ég var sólina skína. Þá kom svona einhver lítill djöfull á öxlina og bara, hei, Höddi, hvað máli skipta þá myndi fá þig 2-3 ára kvöld, það er hættulegt að fá sólinn inn. Ég ætla að standa fastur á mínu. Þú ætlar að fá þér? Nei, ég ætla ekki að gera neitt þessa helgina. Jú, ég ætla að reynda á bikarúrslitaleik á morgun, Tindastóll Keflavík og hvetja alla Skagfirðinga til að mæta þangað. Hvað ætlar þú að gera helgina, Bent? Ég ætla að jamma, sko. Já, ég hef aldrei skilið þetta vera einhvern veginn á massífri bremsu og reyna að stoppa sjálfum sig frá því að skemmta sig. Bara nei, ég er búinn að njóta lífsins alltaf mikið. Ég ætla að hafa leiðilegt. Ég ætla bara að helviti leiðilegt þess helgina. Nei, þetta er ekki það. Þetta er meira svona, þú veist, ertu ekki ferskari bara í öllum skróknum og öllu bara, þú veist, á mánudegi. Já, maður er einhvern veginn. Það er oft þess virði til dæmis að því að sunnudagurinn verður besti dagar helgan eða þú gerir ekki neitt, sko. Nei, það málið er að eins og það er ekki með þannig með þig, Bent. Ef Bent verður slagur helgina, þá er hann síþystur viku. Það er nefnilega verra. Ég fæ sko svona svo
öfugt samviskubit. Ég fæ alveg brjála samviskubit ef ég hafa ekki farið út. Mér líður bara eins og ég hafi sóað helgi í liðinni og það líka verður bara til þess að bara strax á mánudagskvöldi ég bara, hvað segir þið? Tjáma kvölda? Ég skilji. Þessi bolti rennur bara við mig svona yfir helgar. Ég ekkert eitthvað á mánu og hvað gerir það þá? Nei, það ef þú verður rólegur helgina, þá ertu bara strax á mánudegi ára næstur, sko. Já, ég skilji. Ég vona að flestir þarna úti eins og að sé að fara að skemmta sér og hafið það gott og flott helgina. Við ætlum að fara eins og núna í smá auglýsingar. Svo það föstudagslagið með Big Chubby Little Swess og karaoke-keppni á strákunum. Swess to mouth. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Flugfélag Íslands kynnir. Þá loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það 20 ára aldurstakmark í ferðina. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands, FM 957 og Finnlandia. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone-höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58 12345. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia. Lakkeról, slættir úr körlunum. FM 95 Blö á FM 95. Með Flowrite á föstu degi FM 95 Blö, það laga vel við, það eru nokkrir viltir hérna inni, Steindi Junior og Bent gestastjórnendur dagsins og Stemningin orðið vel sveitt maður, 4 kallmenn hérna inni. Það 4 kallmenn, Svessmenn mættur hérna í stúdíu en það styttist í föstudagslæg. Blessaður Sverrir. Hæ, Steindi. Heyrist ég eða? Nei, það voruð ekki komin inn, en það reyndar skiptir ekki öllum mál núna Svessi því að við erum að fara í annað. Það komið að karaoke-keppninni og þetta eitthvað sem við Pétur Jóhann keppum alltaf í. Okay. En ég hef ákveðið að fá þá Steinda Junior og Bent til þess að keppa einnig karaoke og nú kemur líka inn á ykkur hlustendugóðir því að það í ykkar höndum hver vinnur þessa keppni. Og þið völdu lag fyrir hvern annan. Já, ég á ég kannski að byrja á því að segja hvað ég valdi? Já, hvað valdið þú fyrir Bent? Ég valdi fyrir Bent Mambo No. 5. Hói, leiðilegasta lags í heimi. Þetta geggjað lag. Það nefnilega partí, sko. Ok, partí, ok. Lúbeka. Hvað valdið Bent fyrir Steinda? Ég vildi svona vera góð við vinn minn og gefa hann eitthvað létt. Þannig ég valdi Falling með Alicia Keys. Já, rosalega góður. Hvað þetta óþólandi? Ég vel Mambo No. 5 og hann velur erfiðasta lag sem hægt að syngja. Já, þetta svona, ég held að Falling með Alicia Keys, þetta svona lag sem átt alls Hún réð ekki við þetta lag. Þetta eitthvað sem til dæmis út í Idol og eitthvað svona, þá heyrur oft Randy Jackson segja eitthvað Oh man, you're taking on Alicia, okay, that is harsh. Eitthvað, þetta þannig að fólk sem kann að syngja getur ekki svo sungið það lag. En málið það að ég get nelt þetta lag. Já, ég er líka full að trúa þér. Og ég held að hlustendur góðir að þessu jafn forvitnir og ég hvort þeir að sé betur söngur. Við vitum öll að þeir geta rappað þessi strákar. Nú komið tíma að sjá hvort þeir geta sungið og hvort er alltaf að byrja strákar. Ég byrja það, Lúbeka. Ok, Bentarinn byrjar, þá ertu að koma þetta til minn og ég stilli hérna alla græjur. Já, nú ætlum ég bara að biðja hlustunum að setja tappa í eyrun, þetta verður hræðilegt. Já, sko hlustun, þú vilt að þér heyri þetta því að þá kjósaðu þig ef þetta er vont. Já, það Þú setur bara hérna á eyrun og ég íti svo á play og þú fylgir bara textanum.
Má sæka út? Má ég vera Nei, það trubla? er bannað að sæka. Við ekki hafa þessi reglu. Við taka undir með viðlæðinu, eða? Ekki? Peppa með hans? Já, mér finnst það nú vera... Ég hef engan áhuga að syngja Mambo No. 5. Nei, ég hef ekki áhuga að syngja heldur. Herru, þá byrjum við. Þú ert eitt kall minn. Það er farið að stað. Mambo No. 5. Byrju, þú hefur byrjað að syngja? Já. Ok. Mínustig. Everybody in the car, come on, let's ride to the liquor store. The boys, so want some gin and juice, but I really don't wanna be a boss like I had last week. Must stay deep, cause the dark is cheap. But like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really have to, my lord, to be flirting just like a sport. Anything fly is all good. Let me dump it, please, in the trumpet. A little bit of... Það kemur svona löng. Já, þetta er óþægilega þakkmaður. Núna þetta eftir inn. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the ground. Take one step left, one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once, clap your hands twice. If it looks like this, then you're doing it right. I'm on a guy in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Þetta var snilli. Já, það kom alltaf nokkur higg. Já, hann var virkilega góður í viðlæðinu sjálfu, hann má eiga það. Já. En... Svo heyrði ég líka þegar hann sagði clap your hands, þá heyrðist ekkert í klappina sjónum. Það var lélegt klapp. Það kom eitt klapp einhvern veginn. En þetta, hlustendur góðir, þetta var hann Bent með Mambo No. 5 sem að Steindi valdi handunum. Og nú er hins og komið að Steinda að taka lagið sem að Bent valdi fyrir hann og það er Alicia Keys, Falling. Takk fyrir það, Bent, að velja erfiðasta og leiðasta lag allar tíma. Nei, þú ræður alveg við þetta. Og svo er það hérna þeir hlustundur góður sem það ringið 511-0957 og kjósið hvor þeirra stóð sér betur. Herru, þú kemur hérna inn í mitt lag. Ok. Kemur inn í mitt? Já, þú byrjar hérna Falling af því að það vantar eitthvað hérna framan á. Það er ekki mér að kenna, það eru bara græðunar. Ok. Það er bara að byrja strax á það? Já, þetta byrjaði bara hérna strax. Ertu tilbúinn? Já, ég er tilbúinn. Herru, þá er það Steindi Junior með Falling. Eitt það versta sem ég var bara til að fá að taka annar lag. Mér finnst það mjög flott hjá þér, Steindi. Þú getur bara verið stoltur af þessu. Ég er ekki að grínast, Steindi. Þetta er eitt af versta sem ég hef heyrt bara í karaoke-keppni. Ég hef aldrei heyrt þetta lag nú vel, Öndi! Ever. Nei, mér finnst það flott. Þetta er eitt vinsælasta lag sem að bara Alicia Keys hefur gert, sko. Já, ekki fyrir menn með pung. Þeir eru ekki að hlusta á þetta. Þeir hlusta á, þú veist, ég hlusta á Metallica. Ég hlusta á Rammstein. Ég er með pung, sko. Ég hlusta á rock'n'roll. Ég veit ekki eins og hvort við þurfum að taka inn hlustendur við þess að gera það fyrst. Ok, reynda smooth taka hlustendur í að kjósa. Ég veit alveg að þeir skilja mig. Herru, þá byrjum við þetta hérna. Fyrstur upp í 5 vinnur FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já. Steindi vinnur. Auðvitað. Þetta var heiðarleg tilraun hjá mér, fannst þér það ekki? Já. Herru, takk fyrir þetta, félagi. Takk fyrir. Ok. Herru, þá þetta snýst bara hver syngur betur. Nei, þú söngst ekki. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, hann Bent rústaði því. Maður. Smekks maður. Já, þú og það. Staðan er 1-1, þú það. Herru, veistu það? Það eru sko rottur utan í kjallar að hengja sig eftir þeim flutningsteindi. Af hverju hérna, ég var að taka nýja útgáðu þessu lagi? Af hverju heldur að ég var Ofuröfninu? Nei, já, bara svona feimningurinn. Bara hóvar. Herru, 1-1 og já, þetta er í höndum hlustanda. Ég ætla ekki að tjá mig meira þetta. FM 95 Blöð, góðan daginn. Jæja, þessi skellti brá. FM 95 Blöð, góðan daginn. Það misti ég atkvæði. Góðan daginn, ég segi Bent. Þú segir Bent, já. Mambo No. 5 kominn 2-1 yfir. Hvernig fannst þér flutningurinn hjá Steinda? Hann var alveg fýtt, sko, bara kunni þetta ekki alveg. Takk fyrir þess, takk fyrir peppið, ég er ánægð með þetta. Þú fegst svona pepp hann eins og sért korki í Life Goes On. Það var alveg fínt, sko. Herru, takk aðeins fyrir þetta. Já, bye. Herru, staðan er 2-1 fyrir Bent í karaoke-keppninni. Þetta er í ykkar höndum hlustendur FM 95 Blöð. Já, Steindi fær mitt atkvæði. Steindi fær þitt atkvæði og maður spyrja af hverju. Já, þetta var eldistaði á Bent að velja þetta lag fyrir hann, sko. Já, þetta var náttúrulega bara, þetta var þvílíkur skandall, þetta var hann eitur aðraðan Bent.
Þetta var bara góð björgun hjá Steinda, sko. Yfir höfuð eitthvað. Góð björn, ok, hérna Bent, hann tekur að þér aðkvæði þarna fyrir nöðruskap. Herðu, takk Ég tek svo 30 sekundur í laginu þegar ég tek ef ég vinn, sko. Þá tek ég náttúrulega sigurlagið aftur. Nei, við erum feskir. Herðu, staðan er 2-2, FN9 fyrir Blöð, góðan daginn. Steindi! Rústa þessu. Ok, þetta stefnir í sama ruglu og þegar ég vann Frikka Dór hérna á miðvikudaginn. Smackman. FM9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er Steindi, hann rústa þessu. Fannst þið það? Já, þetta er ekki bara sjónvarpsmaður ársins, þetta er söngvar ársins líka. Takk fyrir það. Ég er mjög ánægður með þetta. En hann söng ekki, sko. Þetta söng ég, veit ég. Hvað finnst þér að vera söngur? Það var bara að bjarga sér. Já, en ég þarf bara að leifa að heyra þetta aftur, Steindi, það er nokkuð ljóst. Herri, takk aðeins fyrir þetta. Ok. Herri, staðan er 4-2 Bent, það er skandall í uppbygginguna ef þetta fer svona. Já, ég er ekki hissa. FN9 fyrir Blöð, góðan daginn. Ég ætla að velja Steinda. Steinda. Þetta er komið. Já, herðu, það fæ ég ekki eins og klapp. Nei. Ég er að klappa einn. Það er ekkert klapp í stúdíónu. Herðu, takk aðeins fyrir þetta. Og Bent, hvað segir þið eftir svona? Já, ég held að þetta sé bara svona sönnun á því að lýðræði en fallað bara virkar ekki. Nei, ég er sammála því. Ég er enda sko, mér leið pínu, og serðu Steinda Junior, hann hérna klappar og hlær og bara takk fyrir þetta. Þegar ég sko vann Frikka Dór á miðvikudaginn, þá leið mér illa. Já, ég meina, nú skil ég svolítið af hverju þarf dómnefnd í svona keppnum, sko. Eins og Eurovision um dag. Já, það er bara ekki hægt að treysta fólkinu í landinu fyrir þessu. En hvernig hérna fyrir karaoke keppninni á FN9 fyrir Blöð, það er ekki hægt að treysta þjóðinni fyrir þessu. Herru, viljum við á ég að taka 30 sekundur? Herru, nei. Ok. Ég vil ekki bara sleppa þig. Já, þú ræður því. Til að hafa ekki með stórkostlega sigur, Steindi. Takk fyrir það, verðlaun. Eru verðlaun? Ég er að spyrja. Já, verðlaunin er... Við finnum eitthvað. Jay-Z og Kanye West hérna í FM95 Blöð, ekki í fyrst og ekki síðasta sinn sem að þetta lag er spilað. En já, við erum hérna ennþá í skandalunum eftir karaoke-keppnina. Bent, ertu búin að jafna það á sig? Nei, þetta var að hingaði komin atvinnusöngari sem er einmitt að fara að detta í föstudagslægið. Þeir eru hérna Halldór Gunnar og Sverrir Bergmann. Svestu með að, hvernig fannst þér þetta, Sverris? Þetta var skandall. Já. Það verður bara að segja þess að það er. Ég er hérna. Þú ert að horfa á mig. Ég er viðmöðin, ég lík ekki að þið, sko. En hvað á að, hvað á þá ekki að Bent að ganga þennan föstudaginn? Tveir að fara í sama búningnum í búningapartí. Það bara karaoke-keppni. Já, mér vantar rosalega að fá eitthvað smá pepp, sko. Já, þú gæti, ef þú fær ekki eitthvað gott pepp á eftir, þá gætur þú dottið í svona reiða fulla kallinn. Það er ekki skemmtilegt að jamma þess að þannig, það er ekki lett í því. Það er bara svona... Ég hef lett í Bentari, sko. Ég var bara á sjúkrahúsi lengi, sko. Ég veit þig, sagði ég. Þú veit ekki að ég fara að uppljóstra einhverjum hlutum innan sér. Nei, ég hef hitt Sverrir Bergmann í Seth, Kýrðu Silum, það er æðislegt. Já, Seth, þá ertu svona djöfull. Það tala um Sith. Nei, Seth Green. Og eftir að heita Uncle Festen, félag okkar í Danmarku. Gat verið að Star Wars kallinn vissi þetta maður. Sith en ekki Seth. Já, en herðu, hann er mættur í gað með föstudagslægið, Sverrir Bergmann, verður velkominn. Takk. Hvað segirðu? Ég er góður. Herru, og þú ert að fara að taka Guns N' Roses fyrir okkur, ekki? Já, það er hérna, það var Óskarlag. Já, Óskarlag fyrir starfsmann á X-inu, frétti ég. Já. Nú eru þeir farnir að... Ómar á X-inu. Hann er nú fjallabróðir. Já, hann er fjallabróðir. Já. Hann er í þeim gríðar myndalega mannskap. Hvað ert að fara að taka? Police and niggas! Nei, þú veist það, Það er að taka það? Nei. Ég ætla að fara aðtöða hversu reysast þú erir. Immigrants and Faggots, það ekki? Hvaða lag er þetta aftur hérna? Get out of my way. Það skiptir ekki máli. Já, hvaða lag? Það er Don't Cry. Já, og eru þið búin að koma ykkur fyrir? Já, við erum búin að koma ykkur fyrir. Já, herðu þá bara færi okkur einn aðeins fyrir Halldóri. Sjá þetta. Herru, þá er það bara að þeir eru tilbúinir strákar. Kæru hlustendur, þetta er föstudagslægið Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar með Don't Cry. Spila þetta, Halldór. Vel gert, piltar. Áttur þetta ekki breyki mig en ekki málið, vel gert það. Þetta var ekki að flott og Heiðusteindi. Falling með Steinda Junior hérna. Það var alveg skelfilegt. En það var komið tími, svona þegar maður heyrið, það var komið tími á Guns N' Roses lag. En ég var að spá í að hérna, þegar ég sé þess Svessi, þú ert náttúrulega svona tölvukall, það minnir mig á og ég ætla að segja hlustendum að ég mun gefa PlayStation Vita, nýju tölvuna, handtölvuna, næsta þriðjudag hérna í þættinum og þetta er geggjugræja, þetta er svona í rauninni, þú ert bara með PlayStation 3 og þú getur ferðast með hana.
og þetta er eiginlega fáránlegt. Sko, það er ángríns, ég er nörd, sko. Já. Og Þú ert mega nörd, sko. Já, ég er það. Meira svona lúði. Ég spila Þú ert lúðir, í alveg, það er þú sem ert í ævintýraleikjum. Nei, sko, það er munur á að vera lúði. Það er munur á að sitja 3 mestu tölvulóða landsins. Sko, að vera lúði þá gerur bróskall með nefi, einhvers staðar. Sko, nörd og lúði er ekki það sama. Það er ekki neitt það sama, en málið er að nörd er, og með mína vinsku, þá ég er búin að lesa svolítið til þessu tölvu. Já, vita. Af því að mér langar svo geðið í hana, af því að Mortal Kombat er að fara að koma í hana. Sem er besti leikur sem gerður við. Já, þetta verður þannig, þú getur spila leiki í þessari tölvu, sko, en svo til dæmis þú ætlar að nota save-ið, þá getur þú bara farið með það í PlayStation 3 tölvuna hennar. Þú getur tengt þetta alltaf á milli, þannig að ef þú ert komin eitthvað langt í Mortal Kombat, þá getur þú farið on the road. Hvað þarf maður að gera til þess að vinna þessa tölvu þér? Ég er forritin. Herru, það er að fara inn á FM 957 síðuna og skrá sig í leik, en ég get lofaði því að það verður ekki þú sem vinnur hann stendið, því að það er full gruggugt. Herru, við komum hérna aftur eftir smástund til að fara í auglýsingar og svo er ég að spæja opna fyrir síman og leyfa hlustendum að velja næsta föstudagslag hjá, Chubby Little Sweatmen. Og svo er líka að leysa vandan og fleira, þannig. B5. Nóframdan. Við seljum gull. B5 Bankastræti. Dögum líkur helgina í húsgagnahöllinni. Enn meiri afsláttur. 20-40% afsláttur af öllum sófum. Verið velkomin í húsgagnahöllina. Ódýrt og gómsætt í Krónunni fyrir helgina. Grísalundur með 30% afslætti á aðeins 1599 krónur kílóið. Grísarhryggur með pöru á aðeins 898 krónur kílóið. Lambalæri með trönubæri og eplamarineringu. Lambalæri með kryddjurtum, með hvítlauk og rósmarín eða bara ókryddað á 1498 krónur kílóið. Nýtt kortatímabil. Krónan fyrst og fremst ódýr. Skemmtum okkur saman. Stöð 2 verður í Reykjanesbæ á laugardaginn. Sveppi bregður á leik. Leikfélag Keflavíkur sér andlitsmálun. Íþróttálfurinn og Solla Styrða árita plakkött. FIFA PlayStation meistarakeppnin. Jón Jónsson, Steindi Junior og Bent taka lagið. Komdu til okkur í Bakkelsi í Oddfellow-húsið í Reykjanesbæ og kynntu þér ævintýraheim Stöðvar 2. Reykjanesbær og Stöð 2. Skemmtilegri saman. Einn gríðarvinsæla tónleikaröð Túborg heldur áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Foreign Monkeys treður upp og það er auðvitað frítt inn. Sá græni mætir á svæðið á veskisvæðinu verði. Bar 11 og Túborg í tónlist. Komdu í 6 Kringlunni eða Smáralind og verslaði konundarskjöfuna handa elskunni þinni. Flotti fylgihlutir á frábæru verði. 6 Kringlunni og 6 Smáralind. FM 95 Blö er í boði. Free, það er akkurat það sem við erum, einhverjir á okkur allavega fyrir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Steindi Junior og Bent eru hérna gestastjórnandi hjá mér og Sverri Bergmann situr í stúdíónu mitt nýbúin að taka föstudagslægið. Og það sem við ætlum að gera núna, Svessi, við ætlum að opna fyrir síman og leyfa hlustendum að, ég hef ekki bara leyfa þeim að velja næsta lag, næsta föstudagslag. Já, ég er til. Svona neglaða bara hérna, strákar, ef þið mættu velja laghandónum, hvað myndið velja? Ég myndi velja eitthvað með Old Dirty Bastard. Okay. Það er rapp eins. Já, en Bent, hvað myndir þú vilja heyra Svessan syngja? Já, þú spyr, það er stórt spurt. Já. Fátt svör. Ekkert sem kemur í fljótu? Ég var til í að hann taka Afrika með Tótó. Já, að taka afrómenn. Syngi eitthvað með afrómenn. En herru, ég ætla eins og að spyrja núna hlustendur 511-0957 og skulum sjá hvað þeir hafa að segja. Byrjum hérna. FM 95 Blö, góðan daginn. Hvaða lag vilt þú heyra Svessa syngja? Ég vil ekki heyra, sko, ég var bara að pæla. Þetta er mikill pælari, ég heyri það. Já. Já, bara þú veist. Hvað er það að pæla? Þannig að, sko, það stendur inn á YouTube eða hvað hann er öll. Já. Við þurfum að vakna tímiti fyrir á morgun til að bæta þetta upp. FM 95 Blö, góðan daginn. Hæ. Getur þið fengið með á konuföldur? Getur þið fengið, við erum reyndar í öðru núna. Við erum að spyrja fólk hvaða lag það vil að Svessi Bergmann syngi. En allir miður á konukvöldu búi, því miður. Come on, í alveg. Já, það er bara, ég mátti ekki gefa neitt meir í dag. Ok, takk samt. What a tard. Herðu, jæja, það er skemmtilegt hérna fyrstu 2 síndilinn. Við vonum að þessi sé að hringja út að réttri ástæðu. FM 95 Blö, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Góðan daginn. Ég finnst eiginlega að þetta syngja bara Tótó með Afrika eins og koma á hann, sko. Já, ok, þannig að þú er sammála Bent bara með Tótó. Þannig að þú er sammála Bent. Við finnst svo fyndið þegar að búa að FM að svona lög upp, sko. Já, það er komið eitthvað líka. Jú, þetta var að taka gamla. Það verður að taka gamla. Nei, þetta er gamla. Nei, taktu poppaða útgáfi. Já, það er hlustandi þetta sem ræður, hann vil gamla, eða ekki? Já, ok. Aftur inni að það tekur ekki gamla, sko. Nei, nákvæmlega. Herðu, þá er Tótó komið 2 atkvæði, við ætlum að okkar fleiri segja hérna. Örstu, takk hjá að vera hringja.
Herðu, þá sjáum við hvað næsti hlustandi segir. Góðan dag, hvað myndir þú vilja heyra Svessa syngja? Halló? Við erum ekki að gefa pítsur. Hei, hvað myndir þú vilja heyra Svessa syngja? Halló? Halló? Herðu, jæja, maður einn á þessum dögum. F95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Við líður þess að séu bara svona zombies þannig úti og við erum svona bara Veitir að syngja Down in a Hole? Down in a Hole með Alice in Chains, það endar vel gert. Ég ánægð með þetta atkvæði. Já, hún góður að þetta. Já, Down in a Hole eða Rúster jafnvel. Já, Down in a Hole sérstaklega ég tók Fallen On og neldi það. Hlustaðir á það, hlustandi, góður? Hvað segir þið? Heyrðurðu þegar Steindi söng Fallen On? Nei, ég var bara að fara í bílinu. Heppin. Já, takk. Já, ég veit ekki með það. Herðu, þetta er gott atkvæði, takk hérlega fyrir þetta. Takk. Down in a Hole, við skulum spyrja hérna, svona 3-4 viðbútt. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða lag myndir þú vilja hafa í förstagslæginu, næsta första? Herru, það er One Headlight með Wallflowers. One Headlight með Wallflowers, nú kem ég nú bara fjöllum. Þekkir þú það, Svessi? Ég er ekki að kveika alveg strax, sko. Nei. Herru, þetta er svona hans Bob Dylans. Já, ég veit það, sko. Já. Geturðu tekið smá stúf? Þetta er góður. Áttu smá stúf handa okkur? Já, 90 minútur 30 og ég skal klára það fyrir ykkur. Ok, við skoðum þetta. Takk. Ok, bye. Það er aldrei svo. Herðu, áttu smá stúf handa okkur? Því líku tónlistarmaður mættir hérna. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða lag myndir þú vilja heyra? Herru, ég er búin að heyra lagið Byggar Heimsa. Með Byggar Heimsa? Hafði aldrei eins lagið Byggar Heimsa? Nei. Þetta var lag var samið eftir stuðningsmenn. Þetta var tekið eftir lagi sem stuðningsmenn United notu alltaf. Já, ok. Að sína það? Nei, við erum góðir. Takk aðeins það. Nei, þú verður að heyra það. Já, ég tjekka á þessu. Hvernig ætlar það að sína ykkur það? Ég að syngja það fyrir ykkur. Já, ok, gott með það. Byggi hreinsa, hann á 2 daga á velli hérna. Sapa Kongo hreinsa og hver einn nema að hann eigi eitthvað í þér líka. Ég ætla að greiða atkvæði og ég vil að Svessi taki þetta lag líka. Takk hérlega fyrir þetta. Þá er komið 2 atkvæði. Þetta er Heilsa Byggar Heilsa. Byggar Heilsi. Ok, herðu, þá það eru 2 atkvæði Byggar Heilsa og 2 atkvæði Tótu. FM95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað myndir þú vilja heyra Svessi með að syngja? Annað en vögguvísuna fyrir þig. Annað en vögguvísuna? Ég er svo gömul maður. Hefur þið séð hann á strák? Ég man aðeins svo langt aftur í tíman, þannig að, þú veist. Ok. Það er eitthvað ógeðslega gammalt bara með honum sjálfum, en annars Whitney Houston. Whitney Houston, já, hann er reynda búinn að taka I Will Always Love You, hérna sko. Já, ok, þá hérna Núma með hérna, munið eftir. Ekki Byggar Heilsi, eða? Nei, munið ekki eftir Núma. Núma? Dragonstatin Tay. Þannig Núma. Hvaða tónlist er þetta? Já, þetta er geðvill lag maður, ég stiði þetta. Já, ok. Núma, nei. Já, nákvæm. Já, Bent náttúrulega tónlistamanninn hérna kveikti. Myndband er líka geðvill, þetta er svona upp á væng á flúvill. Upp á flúvill. Já, þetta er geðvill. Ég veit hvað lag þetta er. En það er sko hræðilegt útgáfa sem til er allir lagi þegar það eru með enskum texta. Já, ok. Hljóma vel. Þannig að þetta ekki syngja með enskum texta. Eða við getum íslenskaðan að texta. Nei, hann er náttúrulega bara langt flottastur á rúmensku eða hvað í ósköpunum sem þetta er. Núma, nei. Þetta er komið í potinn. Já, en maður segja Hvað? Þig, Auðun. Já. Þú ert búin að vera svolítið tvöfaldur síðustu daga. Nú? Þú settir út á að fólk hefði ekki kosið bláan ópal. Já. Að þeir hefði ekki unnið. Já. Hefði ekki verið frábært að vera með auka dómnefnd í sal þegar Steindi vann áðan? En býttu nú við. Af því ég er brjálæður yfir að þú vannst ekki. Ég sagði þetta með þess áðan, en ég var sammála Bent að við þurfum greinlega dómnefnd. Já, nákvæmlega. Það stemmi ekki við þess að þú sagðir hins vegar í gær. En þú veist, þannig að... Ég er sammála þessu. Það skjótaði því hans þessu. Sko, þegar þú sagðir að ég væri búin að vera tvöfaldur, ég byrjaði bara að svitna hérna. Ég ætti að vera að fara að segja ykkur ógeðslega sögu af mér, þannig að ég er mjög ánægður hvernig þetta endaði. Takk hérlega fyrir þetta. Enda manstu ekkert þetta seinasta helgi. Herðu, jæja, þetta er komið gott núna og það er gaman þegar blöytasti maður sem ég þekki fann að láta heyri í sér þetta í stúdíu þegar búin að plana 2 fyllir í þessa helgi. Herðu, við ætlum að fá hérna Princess of China með Coldplay og Rihanna og svo ætlum við að leysa vandan á eftir, þannig að það er að gera syngja 511-0957 ef þið eru með eitthvað vandamál.
Really Hurt Me syngja, Coldplay og Rihanna þarna. Þeir eru að hlusta á þáttin FM 95 Blö og... Persónulega er ég fittlandi fýttstrókur, hvernig eru þið? Já, ég er í dúndurskapi. Dúndurfeskur. Sverrir, hvernig er þú? Góður bara. Það ekki, og Bentarinn góður. Já. Allir feskir, hér eru engin vandamál, en við vitum hins vegar að úti í okkar samfélagi eru hellingur af vandamálum og það er komið að föstudagsliðnum þar sem við leysum vandan, þannig að nú erum að gera syngið 511-0957 ef þið hafið einhver vandamál sem þið þurfa að láta leysa. Ég á nógu bátt sjálfur, ég veit ekki alveg hvort að ég... Hérna eru bara 4 fílaeldi kallmenn sem hafa lent í ýmislegu og eiga hellinga vandamálum á bakinu og ætlum að reyna að hjálpa einhverjum minna. Tökum einhver svona 2-3 vandamál, maður sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, nú þegar voru að tala um hérna föstudagslag, ég veit að við erum að tala um vandamál núna. Já. En hérna, Lynyrd Skynyrd með Simple Man, hann Sverrir svo góður í þessu acoustic dóti. Lynyrd Skynyrd, Simple Man. Okay. En ég heyri að þú ert kvíðasjúklingur. Það er eitthvað að hrjá þig. Nei, það er ekkert að hrjá mig nú, ég er fastur í umferð. Já, ok, er það eina vandamálið? Opnaði þig bara. Já, komið að náði í mig. Þetta er nafnlaust. Þetta er nafnlaust, opnaði þig bara maður. Hvað djöfum er af þig? Hvað er að hrjá þig? Já, það er erfitt. Já, svo erfitt. Ok, það er ekkert vandamál í gangi? Nei, það er ekkert vandamál í gangi. Ég fíla það, til hamingju með það og við verðum í bandimestri. Ok, takk. Ok, bye. Þá tjekkum við hérna. Velkomin í Leysa vandan. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvert er þitt vandamál? Já. Það er reyndar ekkert vandamál, ég er með áskorun fyrir auðvitað. Nú? Ég er að fara á konukvöldi á morgun. Já. Og þeir voru að tala um í gær hvort það væri hallærislegt að hafa strippara. Já. Mér langar að skora á hann Auðun og strippa fyrir okkur stelpunar. Já, ég er feskur. Við tökum það bara einhvern veginn seinna. Við vorum að tala með þessu það í gerð. Það er svo hallærislegt. Hvað finnst þið ykkur það, strákar? Er ekki svolítið stripparar á konukvöldi? Það er ekki eitthvað svona pínu cheesy? Já, það er náttúrulega massív cheesy. En menna, auðvitað alveg til að sína þeir á sig til hann. Já, feskur hérna á kanturinn, takk fyrir þetta bett. Nei, ég held ég sé ekki bara að strippa á konukvöldi núna. En þú ert ekki með neinn vandamál? Nei. Ok, takk hjá það. Og vístu, þú ert að beðja strippar á konukvöldi, þá hlýtur það að vera með alveg mólandi vandamáli. Herðu maður sjá, erum við ekki að fá neinn vandamáli? FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, mitt vandamál er það, ég var aðsett í MS núna í gerð. Ok. Og frakkanum mínu var stólið. Hvað manneski gerir það eða? Það er lélegt maður. Hvernig lítur hann út? Við skulum finna fyrir þig, hvernig er hann? Herru, hann er svartur, stuttur. Stuttur frakki? Tvínertur. Ok. En þetta lítur að vera ykkur úr skólanum, eða ekki? Jú, þetta er lokaball. Hvað var eitthvað í vösunum? Herru, já, og bæði lyklarnir og veskið mitt. Það er að tala um bara svona basic assa líkillega? Þetta eru bara lyklarnar íbúinu minni og mömmu og allt. Það er að vest í þessu, sko. Hvar keyptir þú frakkan? Herru, ég keyptir út í útlæðum, en hann er All Saints frakki. All Saints frakki, herðu, ok, bara af því að föstudagur og ég er í góðskapi. Þá ætla ég að taka niður, hvað er mailið þitt? Herru, Daði Einarsson @vísir.is. Daði Einarsson 69 @yahoo.com. Daði Einarsson @vísir.is. Já, maður. Herðu, við förum í næstu viku og ég ætla að fá einhverja búð til að hjálpa okkur. Við finnum nýjan frakkandaðir, ég lofa því. Herru, ég er að fíla. Ok, vinnu. Þetta ertu góðu við hlustendur. Já, við erum að leysa vandan hérna. Ég rána með þetta, sjáumst að við. Herru, þá er það Daði. Við erum búin að leysa hans vanda. Ég ætla að hjálpa hann næstu viku. Þá með einhvern frakka. Herru, tökum eitt vandamálið viðbót. FN 95 Blöð, góðan daginn. Hæ. Herru, ég er með stort vandamál. Hvað er það? Mér vantar svo ríkarlega vinnu. Ok. Já, atvinnulaus. Já. Hérna fyrir fram með mig sitja strákar sem er að fara í tökur á nýrri seríu. Vantar eitthvað aðstofa fólkstrákar? Já, hún getur pottið fengið hlutverk. Í alveg? Já. Það er gauð. Í alveg samt, sko. Það er alveg? Já, við getum alveg pottið. Þeir reyndar borga sko á við liðið sem er með að gera iPadana og þetta í Kína, eða ekki? Jú, þetta er ekki góð laun. Þetta er svona pínu flottabúðir. Það verður pöntið pizza og sett og eitthvað. Já, en hvað, gengur ekkert að finna vinnu? Nei, ég er búin að bara reyna að sækja margstæðar, sko. Ok, og bara til í allt? Ertu bara að vinna í búðum og Subway og... Sko, ég var að vinna í fisk í sumar, þannig... Ok. Er alveg svona erfitt að fá vinnu í Íslandi? Það er ógeðslega erfitt. Það er ómögulegt.
En það eru alltaf einhver svona ef ég var að reyna að hjálpa þér með þennan vanda, þá myndi ég hvetja að tekka á Vodafone og Tal og þessum fyrirtækjum. Þeir eru alltaf með einhverjum lið sem að þarf að selja eitthvað. Já. Ég veit það kannski ekki draumatíðab, en ég myndi prófa að tekka á þeim. Ég verð bara að hlusta á minn innri mann með þetta. Já. Og fylgja hjarta mínu. Já. En ég myndi segja henni að verða gerast þjóður. Já. Án gríns. Fara að stela fyrir fjölskyldunni. Græðir helling á því. Já. Ferði tekur gaskúta af grillum og fer með þetta á bensinstöðar. Það er höfuðskatlir stikkið. Easy money. Það er reyndar svona, þú veist, ungsæð pía er alltaf, þá ertu nokkuð svona safe. Svo eru líka svona tricks. Þú getur sett sko hérna skal ég segja 2 litra flösku, fyllt hann af vatni, sett hann í svarta ruslapoka, svo blæstu upp restina og límir og fer með á sorpu. Þá er eins og sért með tróðfullan poka flöskum. Gerir þetta við helga bara, gerir þetta kannski poka? Hann opnast hérna frá his Ghetto Days Steindi Junior, þetta er fallegt, en já, ég hveti til að tekka á hinnum símafyrirtækjunum. Ég gera það. Bara brainstorma með þetta. Ok, bye. Ok, bye. Herðu, þarna vorum við að hjálpa með vandamál, leistum, allavega 2 til 3. Það er eins og það er komið á auglýsingum og svo höldum við áfram með þessa veisliðina. Herru, strákar, ég ætla að kveðja ykkur. Já, þú ert að fara að klára að kaupa búninginn fyrir kvöldi. Ég er að fara að þjóta. Já, ég, Bent og Svessi klárum þetta hérna með stæl. Já, við bara þykir mjög væntum að vera hérna með ykkur. Já, til hamingju með sigurinn í karaokekeppninni. Bent, vil ekki henda einu svona til hamingju á hann? Til hamingju maður. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957 Pop tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58-1, 2, 3, 4, 5. Taktu þátt í Chicago Town Pizzuleiknum, safnaðu númerum sem eru inni í pakkanum og stimplaðu þau inn á chicagotown.com. Fjöldi vinninga í boði fyrir alla þá sem safna nægilega mörgum númerum. Leikurinn stendur til 31. mars. Fáðu þér Chicago Town Deep Dish Pizzu í næstu verslun og vertu með í Chicago Town leiknum. Við erum á Hrauninu, þó ekki glæpsamlegir. Sparaðu. Pústþjónusta BJB Flatarhrauni 7. BJB.is. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Við veltum því stundum fyrir okkur hvort viðskiptavinnur okkar séu bara almennt hamingjusamari en aðrir. Maður spyr sig. Atlandsolía. Nýtt frá hraðbynningu. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðbynningar.is. Veldu þér þína upphæð. Komdu í Systracell og gefðu konu þinni dekur á konudaginn. Gefðu henni Intracuticals Infusion súrefnismeðferð sem endurnærir og fegrar húðina. Systracell, háaleitisbraut 58-60. Systracell.is. Allur þessi ávinningur er í einum orkulykli. Svo mikill ávinningur, svo lítill lykill. Ka-ching! Orkan. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur. Sena kynnir PlayStation Vita. Nú er heimurinn þitt leiksvæði og allir spila með. Engar málamiðlanir, alvöru spilum. PlayStation Vita lendir 22. febrúar. Sena. Hvað ætlar þú að gera í haust? Ef þú ætlar í háskóla, þá máttu ekki missa af háskóladeginum næsta laugardag. Allir háskóla landsins, auk Norrænna háskóla, kynna þér námsframboð sitt á milli klukkan 12 og 16. Allt sem þú þarft að vita háskólanám í haust og meira til. Kynntu þér málið á háskóladagurinn.is eða á Facebook. Bílar.is í dag. 16 tómmu pizza með 2 áleggstegundum að eigin vali á Wilsons á aðeins 899 í stað 1590. Bílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Komdu í 6 kringlunni eða Smáralind og verslaði konundarskjöfuna handa elskunni þinni. Flotti fylgihlutir á frábæru verði. 6 kringlunni og 6 Smáralind.
Bake-Off með Budweiser í beinni alla helgina á Hvítariddaranum Mosfellsbæ. Brakandi ferskir 5 í fötu á tilboði. Hvíti riddarinn Mosfellsbæ. You Stronger, syngur Kelly Clarkson. Það fyrstu dagur hérna á FNÍ og mikið stuð í gangi. Steindi Junior reyndar farinn að græja sér búning fyrir kvöldið, en hann situr ennþá með mér hérna Bent og Sverrir Bergmann, en Sverrir hoppar reyndar aðeins út því að hingað eru komnir góði gestir. Það eru Kristín og Kristján frá Háskóla Reykjavíkur og þau ætla hérna aðeins að kynna fyrir okkur háskóladaginn sem er einmitt á morgun, ekki satt? Mikið rétt. Jú, mikið rétt, já. Það er alltaf gaman að fá svona fólk sem að, ákvaða að fara í háskólan í þennan þátti. Ég held að sé enginn hérna sem er með mér í þessum þætti sem hefur klárað háskóla. Ég er háskólagenginn. Erst þú? Já. Ó, hvað kláraði þú? Grafíska hönnun í Listaháskóla Íslands. Já, það er svona eitthvað svona pínu ég kalla það ekki að sama. Nei, þetta er B.A. gráða. Þú ert ekki sálfræðingur eða neitt svona, sko. Nú þá hvað hérna gengur þessi dagur á morgun? Dagur gengur út af það að það er verið að kynna nám allra háskóla á landinu. Já. Og einnig eru danskir og sænskir háskólar að kynna sitt nám. Hérna á morgun, eða? Á morgun. Ok. Á milli 12 og 4. Já, ég prata lítið svenska, þannig ég geti nú tjekkað á því. Já, getið tjekkað á því. Já. Það verður í Háskólabíó með Háskólum Akureyri, Háskólum Hólum, og Hvanneyri og Keili. Svona mikið háskólum. Það er svo mikið háskólum. Svo er Háskóli Íslands á sínu svæði og Bifröst er í Norræna húsinu. Og svo er Háskólinn í Reykjavík ásamt Listaháskóla Íslands, þann sem Bent útskrifast, verður í Háskólinn í Reykjavík. Ok. Og hvað, ég minna, út af hvað gengur þetta? Hvað er að gerast þannig? Er þetta að fólk kemur og fær frían hæsi og sleikja og... Meðal annars. Já. Nei, þetta snýst fyrst og fremst það að fólk sem er að hugsa skólanám fær tækifæri þarna, þannig er skólinn að opna sig. Og nefnendur og kennarar á staðnum sem er náttúrulega bestið til frásagnar það hvernig námið er. Við erum líka að sýna ýmislegt sem er búið að vera í gangi, rannsóknir eða nefnendaverkefni og annað slíkt og stundum svona hina hliðina á okkur. En svo hvetjum við náttúrulega sjálfsögur líka foreldra til að koma inn og kynna sér starfsemi háskólana. Já. Því að þeir eru náttúrulega að senda börnin sín þangað og... Já, það er eitthvað sem að mamma mín og pappi alveg mátt skoða á sínu tíma, svona að sína þessu smá okkur og komir inn í þetta bara. Kíkja þess að dag. Já, helst þú ekki öll á samrændi? Kannski ekki alveg hægt að kenna mömmu og pappa minn skólafélir, en ég ætla samt að gera það hérna. Það má reyna. Já, það hefur verið fínt að þau mætt þarna og aðeins látið sjá sig, mamma út að hlusta. Það er kannski klárað þennan háskóla. Já, háskóli klára ekki eins og fjölbrautuna. Ég á 30 einingar eftir þar. Hvernig gekk það á samrænduprófunum á sínum tíma? Þú féllst í öllu eða eitthvað? Nei, ég er ekki alveg farinn, sko. Nei. Féll í starffræði hins vegar. En nú er ég að spyrja ykkur, er mikill rígur á milli Háskóla Reykjavíkur og Háskóla Íslands? Maður er svona að heyra það. Það er svona beggja bland, sko. Er eitthvað tippakeppni þarna? Það er einhverja pissukefnir, sko. En við svona reynum að forðast það svona út í engstu æsar eða hvað maður segir. Allavega á morgun erum við ekkert að spá í því. Við erum bara, hver og einn er að promóta það sem hann er að gera. Já. Við erum að horfa á okkar og þau og þeirra og við hvetjum þetta alla bara til að kíkja á allt sem þið hafa áhuga á. Það er bara gott að hafa val. Já, ég meina, ef ég segjum að ég myndi nú svona loksins become a man og ákvaða að klára skólan, ákveður ætti ég frekar að fara í Háskóla Reykjavík en Háskóla Íslands? Ég heldur að byrja þegar það verið menntaskóla. Nei, þegar ég búið með hann. Þegar ég á eitt ár eftir þar, 30 einingar. Í hvaða menntaskóla varstu? Fjölbrautaskólanum á Sauðárkróki. Já. Stoltur af því. Já, flottur skóli, búin að fara ánga nokkrum sinnum. Ok. Það veldur náttúrulega á því bara hvað henda hverjum einum. Við erum náttúrulega með ólíkar áherslur en vissulega eru margir skólar að kenna sömu svið. Þannig að þú verður náttúrulega fyrst og fremst að finna hvaða svið þú hefur áhuga á. Já. Og síðan að skoða hvaða skólar er að kenna það nám og síðan að athuga hvað henda þér. Hvor skólunum er svona meira good shit jam í gangi? Hvað er svona betra félagslíf? Ég myndi þetta segja þessi hjá okkur, sko, af því ég er svolítið mikið í því. Já, ertu alltaf í því? Ertu fullu? Nei, hættu þessu. Mikið í félagslífan náttúrulega við, en það fylgir svolítið, sko. Já, ég skilji. En sko það sem þú spurði sko hvernig maður ætti að velja sér skóla, þá er þetta alltaf ólík nálgun sem að hvor skóli er að bjóða upp á, ef við horfum til dæmis bara hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að bjóða, Háskóli Íslands býður upp á það sama og við bjóðum upp á í flestöllum greinum. En við vinnum til dæmis í miklu smærri hópum. Við erum með, sko, flestar deildir bjóða upp á starfsnám, sem ég veit ekki til að sé í boði annars staðar. Nei. Og það er einhvern veginn þessi persónulega þjónusta og nálgun sem er óbúslega gott að hafa og mikið aðgengi að öllu í HR. Ok, þannig að presentera það, þetta er svona
basically að segja HR sé betur en HÍ. Það er ekki bent. Jú, já, það er mjög augljóst að svo við kynntum undir þess að pissu ekki. En hvað svona, hver er að mæta á morgun sig? Það eru bara foreldrar og allir sem að, já, eru að skoða nám sitt. Já, erum við ekki að tala um að þetta séu svona menntaskælingar aðalega sem við erum að leita? Stærsti hlutin eru náttúrulega krakkar sem eru að ljúka menntaskólanum annarkvort núna áramótin eða næsta vor. En að sjálfsögðu eru allir velkomnir, eins og ég sagði, allir bara sem eru að huga að háskólanámið. Við erum líka að kynna meistaranámið okkar. Þannig að það er kannski aðeins eldri hópur þar. En svo er bara ýmislegt í boði fyrir þá sem vilja nýta sér það. Við erum hjá okkur nauthóll bara handa á hotni og þeir eru alltaf bjóða upp á 2 fyrir 1 á smurbrauð, þannig að ef einhver vill nýta sér það og koma að skoða og vera í 2 fyrir 1 á smurbrauð, það er búið að selja mig. Svo vörklass er í kjallaranum hjá okkur í HR og þeir alltaf hafa opið hjá sér og sína aðstöðu sína og bjóða fólki að eiga frýta hjá sér. Ok, pumpa frýt. Yes. Ég veit að það er svona gott, eru þið með vörklass bara inn í skólanum? Já, í kjallaranum. Það er næs. Það er eitthvað að kíkja vörklass bara hérna niðri. Þetta er halvöru. Herði, ég hvet bara alla mína hlustendur til að tjekka á þessu, hvort sem að þeir eru á leiðinni í háskóla eða ekki. 2 fyrir 1 á smurbrauð. Já, 2 fyrir 1 á smurbrauði og pumpa frýtt. Og allir sáttir. Líka saman á stúdentafélagið og fá sér pítsu. Já, það er pítsan. Ef einhvað dregur mig á staðinn, þá er það pítsa. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og óska ykkur allsins besta með þennan dag á morgun, háskóladagurinn á morgun. Herðu, fáum smá JLS. Starfsmaður F957, en þetta eru JLS She Makes Me Wanna. En það eru pottið einhverju að núti sem er að fíla þetta. Konir í föstudags fíling og allt að gerast. Helgin er að renna hérna í hlað. Ég persónulega er gríðalega spenntur fyrir byggarúrslitaleiknum á morgun. Það er Tindastóll Keflavík og hvet ég alla skaffinninga nær og fjær að fylla í höllina. En strákar Bent og Sverri Bergmann sitja hérna beint á móti mér í Jórsbáði að segja ykkur frá lítið frétta. Það er kona hérna strákar sem að segist eru búin að bjarga hjónabandinu sínu og er svona að reyna að hjálpa öðrum konum. Hún segist að vera með lausnina á nöldri. Já. Og nú bara ætla ég að byrja að spyrja ykkur. Bent, þú ert náttúrulega í sambúð. Er mikið nöldra í þér? Færðu mikið nöldur? Já, menna, við nöldrum bara hvort í öðru, held ég. Já, þannig að það er nöldur á heimilinu. Bara svona eðlilegt magna nöldur á heimilinu. Þú ert ekki eitthvað opnað hérna með bara... Ég ætla ekki að vara kvartið í kærusturinn minn í útvarpinu. Nei, ég er að segja samt svona, en þú veist, þið nöldrið í hvort öðru, eins og segir. Já, bara svona eðlilegt bara, en annars gengur okkur bara nokkuð vel, sko. Já. En allavega, þá er þessi kona, hún er komið hérna lausnin á þessu. Það sem þið ég að gera, ef það er mikið nöldur í gangi, þá ég að senda SMS í staðinn fyrir að nöldra. Og hún vil meina að það sem var eyðileggja hjónabandi hennar var að maðurinn hennar var komin svo leið á tóninum í nöldrinu og svona andlit svipnum á henni þegar hún var að nöldra. En ef hún til dæmis sendur hún bara frekar SMS, þá lesa hann allt öðru í sig heldur nöldri kemur út með eða ná mér. Já. Og heldur að það myndi virka, Bent, til dæmis? Ef þú fengir þetta sendt í SMS-i? Það er rosalega þægilegt, sko. Þá getur maður auðveldar að hunsa það líka. Reyndar, góðu punktur. Ég held að menn koma sko og kemur þreyttur heim á vinnunni til dæmis. Og fyrsta sem hann fær það er nöldur tónninn í konunni, bara eitthvað Sverrir, þá ertu bara það heyrir ekki næstu svona 10 minútur. En það myndi náttúrulega sama gerast núna bara í staðan fyrir Sverrir, þá heyrir bara bíp bíp og horfði alltaf að leið og heyrir bíp bíp í símaninu og horfði alltaf bara Já, þetta fá þetta SMS-hljóði. Nei, ég held að þetta sé þá þú getur bara sest niður, kíktu á SMS-ið skilur. Já, ok, ég þarf að gera þetta. Ég ætla aðeins að leggjast í sófan, svo ætla ég að gera þetta. Það meina eitthvað svona leiðis. Já, eitthvað svona leiðis. En það er reyndar alveg góða punktur. Ég held að kallmenn nöldra ekkert mikið minna heldur en stelpur, sko. Ég er algjör svona nöldur seggur, sko. Já, þú ert algjör velgjöfi. Já. Alltaf töðandi mér heima, sko. Já, það er einhvern veginn að því að bara, og stundum, þegar maður er eins og þú segir, Sverrir, kemur heimrættur og byrjar eitthvað. Þið er náttúrulega búið saman. Það þarf svo lítið. Eru þið að röfla mikið í hvort öðru á nöldra? Svessi, nú er einhver ekki búinn að skóla skál. Nei, ok, það sem að vera mest í döðrannir í heiminum, ég ætla að opna hérna. Ég var nú reynda búinn að ræða þau, Sverrir, að við myndum ekki ræða hérna þennan hjúskap heima í okkur, af því að það er alltaf verið að spyrja okkur út í að gestastjórnendur, sko, þetta voru svolítið þreytt. En ég ætla að opna með það, því við erum nú að ræða nöldur. Leiðilegasta sem að ég lendi, það er uppáttuvel heima hjá mér. Og það er svo ógeðslega létt að fara þegar þú ert búinn að éta, búinn að fá það kannski kókapöfs eða eitthvað, þá er ógeðslega svona brún skálin ógeðsleg. Léttasta sem þú gerir er að fara skólana og setja í uppáttuvelina. Já, en Sverrir gera það samt ekki. Nei, það er bara, honum verða einstaka skál, sko, einstaka skál. Ég skil ekki hvernig þetta getur verið svona flókið. Og verður að senda honum SMS.
Settu skálina í uppvöldvöluna. Prófa það. Mundu það ekki koma strax betur út fyrir þess að það stæði allt í SMS. Sumi glemdu að setja skálinu upp á tölvölina. Þá myndur bara að hlæja. Í staðið fyrir að heyra í mér, tuðandi. Þá heyrið það hlustendur að það er að gera að pröfa þetta helgina. Þið þurfa að tuða í maka ykkar að prófa að senda honum bara SMS. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo ætlum við að enda þáttin á að Sverrir Bergmann, tónlistarmaðurinn mikli, og Bent, sem er einnig tónlistarmaður, ætla að keppa í flottulagakeppninni og þá þurfa hlustundur að hringja inn og velja hvort lagi er flottara og ég persónulega er gríðarlega forvitin að vita hvað þeim finnst svona með betri lögum. Heiðar Austmann er í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu þér. KFC, svo gott. Í dag færðu 16 tómum pítsu með 2 áleggstegundum á aðeins 899 krónur. Bara á dealer.is. Flugfélag Íslands kynnir. Þá er loksins komið að því. Árleg skíðaferð FM 957 til Akureyrar verður farin helgina 3. til 4. mars. Nú endurtökum við enn einu sinni þessa ótrúlega vinsælu ferð FM 957 til Akureyrar. Við ætlum að fljúga norður laugardagsmorguninn 3. mars klukkan 10 og tilbaka aftur á sunnudeginum klukkan 19:40. Sem sagt, 2 heilir dagar í Hlíðarfjalli. Innifalið í þessari mögnuðu ferð er flug norður, gisting á gistiheimili Akureyrar, helgarpassi í Hlíðarfjalli, rútuferðir, léttur matur og brjálað Finnlandiapartí á Pósthúsbarnum. Allur þessi pakki er á aðeins 22.9. Alls ekki bíða. Skráðu þig strax hjá Hópatel Flugfélags Íslands í síma 570 30 75 milli 9 og 4. Það er mjög takmarkaður fjöldi sæta í boði. Athugið, það er 20 ára aldurstakmark í ferðina. Hlökkum til að sjá þig. Flugfélag Íslands, FM 957. Í Sistracell og geðu konu þinni dekur á konudaginn. Gefðu henni Intracuticals Infusion súrefnismeðferð sem endurnærir og færar húðina. Sistracell, háaleitisbraut 58 til 60. Sistracell.is. Hvað ætlar þú að gera í haust? Ef þú ætlar í háskóla, þá máttu ekki missa af háskóladeginum næsta laugardag. Allir háskóla landsins, auk Norrænna háskóla, kynna þér námsframboð sitt á milli klukkan 12 og 16. Allt sem þú þarft að vita háskólanám í haust og meira til. Kynntu þér málið á háskóladagurinn.is eða á Facebook. Einn gríðarvinsæla tónleikaröð Túborg heldur áfram á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Foreign Monkeys treður upp og það er auðvitað frítt inn. Sá græni mætir á svæðið á veskisvæðinu verði. Bar 11 og Túborg í tónlist. FA Cup með Budweiser í beinni alla helgina á Sport Kópavogi. Brakandi ferskir 5 í fötu á tilboði. Sport Kópavogi. Erum með flottar konundagsgjafir fyrir konuna þína. Veski, töskur, hanskar og skart, æðislegi fylgihlutir á flottu verði. 6 Kringlunni og 6 Smáralind. Strákar, gleymum ekki konunum okkar. Pantaðu blómin á blómheim.is. Viltu læra snirtifræði? Opið hús á morgun frá 2 til 4. Fashion Academy Reykjavík. Ármúla 21. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Florence and the Machine, þeir að hlusta hérna á FM 95 Blö og FM 957, Steindi Junior og Bent búin að vera gestastjórnendur í dag. Sverrir Bergmann með föstudagslægið, en Steindi Junior hins var farin að versla sér búning og þeir sitja hérna með mér ennþá, Sverrir Bergmann og Bent, og þeir eru að fara núna hérna í lokþáttar í flottulega keppnina. Þetta er liður sem að við Hjörvar Hafliðarsson keppum alltaf í á 50 og já, það var eitthvað spennandi við það að fá 2 tónlistamenn sem eru mjög ólíkir. Annar syngur að skera hjarta á sig með skeið og meðan að hinn segist alltaf að djamma alla nóttina.
Já. All in og þannig að ég ætla svona að henda þessum mennum í flottulagakeppnina og svo eru þeir hlustendur góðir sem að ringi 511-0957 og segja mér hvor þeirra valdi flottara lag og ég var að spara að byrja á hvor eitthvað öllur reyndan, strákar. Sverrir má vera undan. Sverrir má vera undan. Herru Sverrir, þá vil ég bara að þú kynni þitt lag. Þú færð 90 sekúndur að því. Ég ætla að fá hérna Grace með Jeff Buckley. Grace með Jeff Buckley. Það er lagið hans Svessa. Það er yndislegt. Já, hann fær 90 sekúndur og hlustandi góður. Nú þarf þú að hlusta því að það er þið sem dæmi. Já, ég hækka vel. Þú þarf að hrista hausinn. Þetta er eitthvað leiðilegasta lag sem ég á ævi minni. Þetta er geð. Það er föstudag sko, ákveður þetta reyna að draga stemmingun á fólkinu í landinu. Hlusta. Já, hann á 10 sekúndur eftir. Nei, þú færði ekki meira Sverrir. Því miður, það eru 90 sekundir komnar. Þetta er lagið hans Svessa Bergman. Þetta lag er eins og ferðalag ævintýra heim, í alvöru. Þetta er leiðilegt ferðalag með. Þú er bara leiðileg. Jeff Buckley með lagið Grace. Ég get lofaði því, Sverrir, að þetta lag hefur aldrei verið spilað áður á FM 957. Þetta er gott lag. Sem er skemmtilegt. Já, mér finnst þetta ríkalega flott lag. Bent er ekki að fíla það. Ég er búinn að reyna að byggja upp svona gír fyrir kvöldin í allan dag og það bara fór allt út um gluggan. Dó hann það. Allur partigýrið þinn fór út um gluggan. Herðu, þá er hins vegar komið að Bent og vonandi rífu þetta gýriðinu upp. Og hvaða lag ert þú með í flottu laginu? Núna kemst íslenska þjóðin í feeling. Við ætlum að keyra okkur öll saman í gang, við ætlum að fýra upp í þessu. Þetta lag heitir Wow Boy, Machine Gun Kelly featuring Waka Flocka Flame. Það er ekkert annað. Þetta er allt sami partur, þetta er alveg skellulegt. Þú ert svo eldgamall kall. Það er bara að setja einhver taktmaskín í gang, svo bara fulla eitthvað við þetta. Ég skil ekki þessari nýju tónlist, þetta er svo hratt. Þetta er alltaf hratt fyrir mig. Þið heyrið það alltaf að hlustendur að þeir eru ekki sammála hérna Sverrir og Bent. En það voru þetta eins ólík lög og hægt er að velja og nú er hins vegar komið á og ég er virkilega forvitin að vita hvað hlustendur segja. Það er fyrstur upp í 5 vinnur þetta. Það er annarkort, hvað var þetta? Jeff Buckley með Grace eða MGK Wildboy og Official featuring Waka Flocka Flame. Machine Gun Kelly og Waka Flocka Flame er lagið Wildboy. Ok, herru, hlustendur, nú ringið inn í... Það getur engin hlustendur borðið þetta fram, sko. Nú ringið inn í 511-0957 og við tjekkum. Fyrstur upp í 5. FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað áttu flottara lag? Frænka mín, hún er að hengja sig en henni fannst svo lélegt. Nú, hvort? Bæði lögin. Bæði lögin? Ok, en hvor var skárra? Það sem Bent gerði. Það sem Bent gerði. Það var Bent komið eitt brygg, takk fyrir þetta. Ok, þetta voru ekki alveg FM lögin sem við vorum að henda þannig. Ég fíla það. FN 95 Blöð, góðan daginn. Góðan dag, Jeff Buckley, það var klárlega málið. Jeff Buckley, klárlega málið. Þá er staðan 1-1. Hafðu þið heyrt hitt lagið? Nei. Er þetta að kalla þetta lag? Já, ég var að fíla þetta. Allir klikkaði maður. Já. Herru, takk fyrir þetta. Takk. Ok, herru, við erum hérna í flottulagakeppninni staðan er 1-1. Hvort lagið fannst þér betra? Já, það var hérna Flame. Waka Flame. Waka Flame, Bent er 2-1 yfir. Það er enda hrikalegt fyrir Bent að tapa þessu líka. Hvað segirðu? Get ekki spilað þetta lag eftir, þetta var svo gott maður. Það er aldrei að vita, var þetta að koma þér í förstaskýrin? Já, þetta er besta laginn maður. Já, þetta er, ég get einhvern veginn ímyndað mér ef ég væri búinn að drekka 11 Red Bull og myndi að hlusta á þetta, þá myndi ég örugglega lemja eitthvað. Þetta er akkurat það er góð tónlist. Herðu, takk fyrir þetta. Ég ætla að vilja leggja þig. Nei, ég er bara geðveikur. Það er 2-1 í Bent, hvort lagið fannst þér betra? Herðu, það er Prince West. Það er Prince West. Prince West, það er þitt atkvæði, Jeff Buckley. Hitt lagið segir einhver hann sem var með honum, þannig að Bent, það var einhver sem var rósamálunum í bílnum. Herru, staðan er 2-2, þurfum að klára þetta, við erum konið þetta fram yfir tíma. FN 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvort lagið fannst þér betra? Það er náttúrulega Wow Boy. Wow Boy. Það er mjög einfalt. Þið verður að fara að spila ykkur alveg tónlist og þetta náttúrulega bara gengur ekki. Nei, herðu, það er fullt af flottu lögum, þetta verður ekki að þessu. Síðan hefur hættu að spila Ástinni með lífið og hætti að hlusta á FN 95. Sorry maður. Herðu, ok, þá ekki bara Bent fekk ekki bara atkvæði, heldur ákvæðan að kúka í kjöldun á Svesarssoni í leiðinni. Herðu, takk fyrir þetta, Hannur. Hvað meinar þú? Bæ, hann vildi ekki Ástinni með lífið lengur hérna á FN. Það er hættu, hvað? Þú varst alveg mískjöld. FN 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn, herðu, ég held að ég verði bara kjósan Bent, sko. Það er Bent. Algjört brátt, sko.
Hitt var algjör drast, segir hann Svessi. Menn ekki að fíla Jeff Buckley hérna. Það hvað? Maður, þetta ekki til að koma hann í gýrin alltaf. Jó, maður sipp í sig einum og loka og halla aftur eftir og maður Við tjöngum ekki þannig, maður. Nei, það ekkert allir ásjúkir inn í herbyggina, sko. Já, sipp, svo þetta maður hitt upp úr miðna.